Sverrir Þór Sverrisson, þjálfari Keflavíkur. Þetta var allt öðruvísi leikur heldur en fyrsta leikurinn. Já, en það var samt svona bara hörku spenna og barningur og bara, þú veist, ég ótrúlega ánægður að við skildum klára þetta og 2-0, flott, en þurfum að vinna 3 leiki í þessu, þannig að það er helling eftir að þessu og við þurfum bara að halda okkur á jörðinu og halda áfram að reyna að sanna okkur. Snæfellsstelpur léku allt öðruvísi bolta í þessum leik heldur en fyrsta leiknum útlendingur þeirra var ekkert að gera eins mikið. Nei, ég meina, það var mjög skrítið hvað hún reyndi rosalega í síðasta leika því þetta er svo ógeðslega gott lið með svo marga góðar og þær voru að njóta sig miklu betur í dag, það var meira flæði hjá þeim og hún var góð og var að skora slatta og hinnar að gera líka, skilur, það voru að koma stigu fleiri áttum hjá þeim og það er svona líkara Snæfellsliðinu en þetta eru hrikalega jöfn lið og það bara koma þvílíkt klár í hvern einasta leik þegar við spilum við þær. Hvað er svona lykilatriðið á móti þessu Snæfellsliði? Ég veit að þið eru búin að vinna núna 2 leiki og þeir eru búin að vera svona svolítið ólíkir þessi leikir. Hvað er lykilatriðið á móti? Það er bara það er svo heilmargt að við þurfum að passa á útlendingurinn að sé ekki að skora svona rosalega mikið eins og í daginn og meðan þurfum við að passa upp á hinnar, við þurfum að frákasta vel, þær eru stórar og sterkar og svo náttúrulega varna. Nei, sem sagt, bara einu móti einni, bara út alla völl, skilur við, þurfum að vinna bardaga og þannig að það er svo heilmargt, þetta er bara hörkulið sem við erum að spila við. En þér tekst nú að gera þetta með þetta unga lið, hvernig er svona hugurinn í ykkar stelpum? Það er bara frábært hugafar í þessu liði, en við tökum einn leik fyrir einu og við erum ekki að fara fram úr sjálfum okkur með 1-1 og þú veist, það eru bara mikill vilji og kraftur í þeim og þegar við náum að framkvæma sem við erum að leggja upp, þá erum við hrikalega gott lið og það er bara sem verður að halda áfram núna í næsta leiki á okkur. Hitnin var náttúrulega ekki eins góð í kvöld eins og í síðasta leik. Nei, en þá reyndi meira á okkur varnarmegin að við náum góðum stoppum inn í restina og fráköstuðum vel og þannig að þetta var bara framlag á mörgum áttum líka. Þið getið tryggt ykkur titillínan í næsta leik. Þú ert ekkert búin að panta neitt kampaðinn? Nei. Ég er ekki að hugsa neitt nema bara að reyna að vinna næsta leik á móti Snæfell. Bara fer aldrei lengra en það þegar maður er í þessu. Það er bara svoleiðis.